Komið sæl. Í dag er búið að vera nokkuð ákveðin austan og norðaustan átt hjá okkur 10 til 18 metrar á sekúndu og dálítil rigning eða slydda með köflum en úrkomi lítið vestanlands og þá er búið að vera hvassara í vindstrengjum syðst á landinu að 25 metrum á sekúndu þar og gular vindaviðvaranir í gildi. Sjáum hér á stóra yfirlitskortinu okkar hæð yfir Grænlandi og svo hér lægð suðaustur af landinu sem að stýra veðrinu hjá okkur næsta sólarhringinn. Skoðum þróunina þegar líður á kvöldið að lægðin heldur hér til norðurs og þá mun hvessa á morgun á Vestfjörðum en dregur smám saman úr vindi á sunnanverðu landinu. Áfram verður dálítil rigning eða slydda með köflum en yfirleitt úrkomi lítið vestanlands. Sjáum hér á hitasviðinu að við erum í fremur mildum loftmassa og það verða ekki mikla breytingar þar á morgun. Hitatilur svipar á síðustu dag á bilinu 0 til 8 stig að deginum það mildast syðst á landinu. Og já, eins og ég segi, ekki mikla breytingar þar á morgun. Sjáum hér stöðuna klukkan 7 í kvöld, vindaviðvaranir í gildi á Suðurlandi og Suðausturlandi. Þar geta verið varasamar aðstæður fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind í kvöld. En viðvörunin fellur úr gildi á Suðurlandi hér í kvöld en gildir áfram á Suðausturlandi og svo taka gildi hér hríðaviðvörun á miðhálendinu og einnig vindaviðvörun á Vestfjörðum. Verður norðaustanátt 10 til 18 metrar á sekúndu víðast hvar á morgun en hvassara þar sem að viðvaranir eru í gildi og svo dregur smám saman úr vindi á Suðausturlandi og viðvörun fellur þar úr gildi klukkan 2 á morgun og hér sjáum við stöðuna klukkan 2. Dálítil rigning eða slydda á norður- og austurlandi en úrkomi lítið sunnan- og vestanlands skýjað þó þar og hiti svona bilinu 2 til 8 stig yfir daginn. Svo þegar líður á morgundaginn það dregur smám saman úr vindi annað kvöld og viðvörun fellur úr gildi á Vestfjörðum en svo hvessir heldur hér aðfaranótt fimmtudags þá nálgast ört dýpkandi lægð landið og hún tekur sér stöðu hér suðvestur af landinu. Hér eru komið í hádegi á fimmtudag austanátt 15 til 25 metrar á sekúndu þá hvassast syðst á landinu og þessu mun fylgja einnig talsverð úrkoma þá einkum á Suðausturlandi og getur líka verið slydda eða snjókoma til fjalla í þessu en þetta er fremur hlý loftmassi sem að fylgir þessari lægð og það er líklegt að Veðurstofan muni gefa út viðvaranir vegna þessa veðurs. Og sjáum hér að skilin frá lægðinni ganga frá suðri til norðurs og fimmtudagskvöld þá er búið að draga víðast hvar úr vindi og úrkomu en áfram verða skúraleiðingar og talsverð úrkoma syðst á landinu. Á föstudag þá verður áttin svona suðaustlægri, austan og suðaustan 10 til 18 metrar á sekúndu. Lægðin heldur áfram að vera hér suðvestur af landinu og því verður áfram svona nokkuð ákveðin austanátt yfir landinu. En dreigi þá verulega úr vindi á norðanverðu landinu og úrkomi lítið þar á föstudag. Svo á laugardaginn þá gengur lægðin inn á land og verður breytileg átt 5 til 10 metrar á sekúndu en norðaustan strekkingur á Vestfjörðum og víða dálítil væta með köflum yfirleitt rigning en getur verið snjókoma eða slydda til fjalla og kólnar heldur í veðri þegar líður á laugardaginn hitatölur svona 1 til 60 seinnipartinn á laugardag. Skulum skoða önnur lönd í Evrópu, lægðin bram heldur til norðurs og hún mun valda minni áhrifum á morgun. Skil frá henni ganga yfir Skandinavíu á morgun dálítil væta með köflum þar og skúraleiðingar í Bretlandseyjum. Öllu rólegra miðja álfuna og yfirleitt úrkomi lítið, hitatölur svona í kringum 10 stig og skýjað, bjart veður í Róm á morgun, hiti 15 stig. Og á Íberíuskaga verður rigning með köflum og rigning hér í Sevilla á morgun. Og í Kanaríeyjum skúraleiðingar og hiti í kringu 20 stig. Norður-Ameríku áfram kalt í veðri í Kanada og þar verður snjókoma víða á morgun. Einnig er fremur svalt hér í norðausturhluta Bandaríkjanna en sólríkt veður víða annars staðar en talsverð rigning í Seattle á morgun. En hjá okkur á morgun þá er útlit fyrir norðaustan 10 til 18 metrar á sekúndu en hvassara í vindstrengjum syðst á landinu og Vestfjörðum þar sem að vindaviðvaranir eru í gildi fyrir part dags. Dálítil rigning eða slydda með köflum norðan og austan til en úrkomi lítið á Suður- og Vesturlandi. Við skulum segja þetta gott að vera í bili. Verið sæl.